Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Já, þá ætlum við að ræða vexti og fleira. Finn Björn A. Hermannsson hjá ASI, hann kominn hingað til að ræða raunvaxta okrið á Íslandi sem bitnar á hinum skuldugu alþýðumanni sem aldrei fyrr, ekki svo? Jú, það svo. Hvað Seðlabankinn að hugsa? Já, það spurning hvort að Seðlabankinn hugsi sjálfstætt. Já. Já, sko, þeirra rök eru þau að það sé ennþá þensla í samfélaginu og það má alveg til sanns vegar færa að það er í sjálfum sér ekki þensla. Við sjáum alveg samdrátt og við sjáum það að hagvöxtur að fara niður en það einkaneysla í samfélaginu og ef maður veltir fyrir sér af hverju einkaneysla það annars vegar að það smá launaskrið á almenna markaðinum opinberi markaðurinn að hluta til samdi öðruvísi heldur við þannig að þau hafa svona borð fyrir báru. Það samdi betur? Já, þau sömdu hærri kauphækkanir heldur en við gerðum. Fólk meira á bítum þar? Já, það gerði það. Og svo til viðbótar að þá út af þessum háu vöxtum og hárri verðbólgu fólk að flýja með lánu sín í verðtryggð lán. Sem gerir það verkum að það lækka greiðslubyrði og þá fær fólk smá slaka og sem að skapar þá svona eftirspurn eða það að kaupa meira heldur en ella. Já. Á forsíðu Moggans í dag segir horfur í efnahagslífi versna en það eru nokkrar undirfyrirsagnir. Ein vísitala efnahagslífsins fellur, önnur fyrirtæki spá fækkun starfsmanna, þriðja fjárfestingar minnka milli ára, svo kemur útflutningsatvinnuvegir, telja efnahagsástandið slæmt og svo kemur rúsinan í pilsuendanum. Seðlabankastjóri bjartsýnni á vaxta lækkun. En ef hann með þessar vísbendingar, af hverju lækkaði hann ekki bara vextina í gær? Góð spurning. Ég hef ekki svör við því. Væntanlega, ég ætla ekki að fara að verja þessa gerðir Seðlabankans, en maður að reyna að geta í hvað peningastefnunefndin að velta fyrir sér. Og þá væntanlega vilja þið sjá einhver frekari teikn á lofti sem styður það að þeir geti lækkað vexti. En það sem við erum að benda á að það að ef við skoðum september mælinguna í verðbólgu þá helmingur eða tæplega helmingur af henni húsnæðisliðurinn. Já. Og húsnæðisliðurinn, mælingunum var breytt fyrir rúma ári síðan og þá var henni breytt þannig að það húsaleiga sem vegur miklu þyngra heldur en hún gerði áður. Já. Og húsaleiga að stórum hluta verðtryggð. Já. Og ef verðbólgan hækkar, þá hækkar húsaleiga og ef húsaleiga hækkar, þá hækkar verðbólga. Já. Þannig að við erum komin í svona hring sem við viljum endilega fara að rjúfa. Já. Og þá horfum maður svolítið til húsnæðis þáttarins að við erum búin að tala það síðan 2016 að það vantar íbúðir inn á markaðin. Já. Og sem gerir það verkum að íbúðaverð hefur verið að hækka óeðlilega mikið. Já. Það hefur verið að hækka langt umfram almenna kaupgetu, það hefur verið að hækka langt umfram verðlag, þannig að ef við förum ekki að fá einhverja innspýtingu á íbúðamarkaðin, þá erum við bara komin í svona spíral sem við ráðum ekki við. Já. Það líka hrópandi óréttur finnst mér að þeir sem að þessi raunvextir bitna harðast á, það kannski ekki hópurinn sem að getur breytt miklu í eigin hegðum og ekki honum að kenna að það gengur illa að ná niður verðbólgu og hægar heldur en stjórnvöld hefðu óskað.
það vantar stundum svolítið bara svona sanngirnisrök í peningamálastefnu Seðlabankans finnst mér, þar sem litið til ólíkra þarfa þjóðfélagshópa. Það alveg klárt og sko ef við skoðum bara þessar stærðir sem að liggja að baki að eins og ég sagði, einkaneyslan, hún hefur verið að aukast og jafnframt eru peningaeignir eða sem sagt innistæður að verða meiri hjá einstaklingum og við þurfum svolítið að þátta það niður sko hverjir þetta eru annars vegar sem í þessar eyðslu og hverjir það eru sem hafa sem betur fer efni á að safna svolítið vegna þess að við gerðum gerði könnun nýlega bara stöðu samfélagsins og hvernig fólk að komast af. Já. Og þá sjáum við það að það sem sagt 70% þjóðarinnar og við fögnum því 70% þjóðarinnar hefur það bara nokkuð gott. Já. 70% þjóðarinnar taldi sig hafa möguleika á því að bregðast við óvæntum 100.000 króna útgjöldum. Það bara fagnaðarefni. En svo eru það 30% sem ekki hafa það eins gott. Og það bara hluti sem við sem samfélag verðum að hafa áhyggjur af og verðum að beina sjónum okkar að og miklu meira heldur en við erum að gera. Og það eitthvað sem ekki að fungera þar. Og stærsti hluturinn sem að ég held að skilja á milli feigs og ófeigs í þeim efnum, það hvort þú eigir húsnæði eða leigir húsnæði. Já. Og sko maður heyrir svona seinni tíð dálitla gagnrýni á það að stéttaskipting tæki, efnahagsstjórnartæki sem viðhaldi stéttaskiptingu eða aukjana að það sé svona minni kurr út af því að ákveðnir hópar samfélagsins eiga á hættu að dragast aftur úr. Það að líka nefnt að með fyrirtæki sem eru skuldsett, það mjög dýrt að skulda peninga, að þessi hávaxtastefna Seðlabankans sem þekkist í rauninni hvergi á byggðu bóli bara sem við berum okkur saman við, að sitt hvað í þessari stefnu geti haft skaðleg áhrif fyrir aðra en þá sem einstaklinga sem að skulda pening í húsnæðinu sínu og maður velti mikið fyrir sér sko hvort hver lengi hægt að berja höfðinu við stein með einhverja stefnu eins og þessa hávaxtastefnu þegar mjög mörg önnur svona viðvörunarljós blikka og segja það ekki endilega víst að við séum á réttri leið. Sko meðan við erum með sko marga gjaldmiðla í landinu við erum með sem sagt þessa verðtryggðu krónu sem annað gjaldmiðill heldur en raunkrónan að þá virka peningastefnan mjög illa vegna þess að fólk bara eins og ég sagði á það flýr bara í verðtryggðu krónuna og það sem það að gera það bara einfaldlega að taka lán mánaðarlega fyrir verðbólgunni og bæti henni aftan við þannig að ef sko peningastefnan á að virka þá þurfum við bara einfaldlega að vera með sambærilegan gjaldmiðil fyrir alla þjóðina og þá ég að tala bæði fyrirtækin sem að geta gert upp í erlendri mynt þetta eru stærstu fyrirtækin og þetta eru tæplega 40% af heildarveltunni í samfélaginu sem að gerir upp í erlendri mynt og síðan erum við með gengiskrónuna og svo erum við með föstukrónuna. Þannig að ef við ætlum að sko láta hagstjórnartæki virka þá þurfum við bara að vera á sama leikvelli. Og það bara einhver gjaldmiðill sem að allir búa við. Eigum að henda krónunni? Sko, það nú hægara sagt en gert að henda krónunni vegna þess að ég held að það sé ákveðin útópía en það verið að skoða það. Það sé ákveðin útópía að við tökum upp gjaldmiðil einhverjar annarra þjóðar. Öðruvísi heldur en að við bindust þá meira því myntbandalagi sem við ætlum að binda okkur við. Og ég á eftir að sjá að það sé bara meirihluti fyrir því hjá þjóðinni
Þannig að ég held við þurfum að byrja á því og hvort sem við tökum upp evru sem er hugmyndin, þá þurfum við að standast ákveðin ákvæði sem er bundið því að geta tekið upp evru, sem að við höfum ekki geta staðist fram að þessu, og það er til dæmis verðbólgan og það er kaupmátturinn og annað þess háttar sem að við þurfum að vera sko undir ákveðnum mörkum. Þannig að til að byrja með þá þurfum við einfaldlega bara að hugsa hvað getum við gert til þess að við séum með einn og sama gjaldmiðilinn. Já. Svo er það þessi verðtrygging sko, sem áttinu held ég bara að vera tímabundið úrræði að við höfum náttúrulega deilt lengi það hvort einhver tíman muni einhver stjórnmála meirihluti á Alþingi og það verði sátt í samfélaginu það að við losum okkur undan verðtryggingunni. Er það önnur bara svona útópísk hugmynd eða hvernig væri það gerlegt? Það er gert með því að það er að ná betri tökum á ríkisfjármálum vegna þess að hagstjórnarmistök það er þetta leiðrétta þau alltaf bara daglega með genginu. Þannig að ef við næðum svona ákveðnari tökum á ríkisfjármálum þá myndum við hugsanlega geta gert það. Og við erum að vinna að því og ég sé að þessi ríkisstjórn til dæmis með því að taka upp þessa stöðuleika reglu að þá er náttúrulega verið að koma meiri aga á ríkisfjármálin. Þannig að það er hægt að gera það hugsanlega en það tekur tíma. Já. Bankarnir þeir skila gríðarlega góðri afkomu. Hagur bankarna virðist bara felast í sumpart í óbreyttu ástandi. Þeir eru ekki að kalla fyrir vaxtalækkun. Við erum líka með fólk í greiningadeildum sem er að réttlæta og útskýra ákvarðanir Seðlabankans og sumir segja að það séu hagsmunir þeirra að einhvern sá ég kalla þessa aðila klappstýrur núna nýverið í fréttum. Er fjármálakerfið þeirra sem eiga ólíkt þeim sem skulda. Það er ansi vel sett í samanburði við hinn hópinn. Já, þú sér það. Þú ert með sjálfvirka tilfærslu á peningum upp á 3,2% í raunvöxtum dagsdaglega. Og þetta er ekki smá tilflutningur sem er að verða á eignum, bara dagsdaglega. Ef þú skoða bara Evrulöndin, ef þú skoða Bretland, ef þú skoða reyndar er Bandaríkin svolítið sér á parti en Evrulöndin og Bretland, að þá eru raunvextir bara mjög nálægt verðbólgunni. Nei, fyrir ekki stýrivextir og raunvextir eru mjög nálægt hvor öðrum. Þannig að raunvextir eru tiltölulega lágir. En þeir eru 3,2% í augnablikinu hérna. Finnst þér eins og mér að það vanti svona fleiri málsvara eins og ef við pælum í umræðinu innan Alþingis að jú, það er verið að djöflast á kristrúnum með sleggjuna, þetta gangi ekkert núna og svona en deilir þeirri tilfinningu með mér að raddir hinna ráðandi sem eiga, þær eru svolítið ríkar í fjölmiðlunum á meðan svona raddir þeirra sem að ekki eiga og skulda, þær séu svolítið veikar. Já, ég held að það liggi alveg fyrir að raddir þeirra sem eiga að þeir hafa greiðari aðgang að stjórnvöldum og öllu hagkerfinu. Fjölmiðlum? Já, og fjölmiðlum heldur en þeir sem að skulda. Já. Og það er meira tekið tillit til þeirra og þeirra eru með, ég sé ekki að Seðlabanki sé að vinna beint að þeirra hagsmunum en þeirra hagsmunir eru enga síðu vel varðir miðað við þessa stefnu sem að Seðlabankin er með í vöxtum en Seðlabankin nota bene, svo ég reyni nú að
vera sanngjarn gagnvart honum, að þá eru þeir náttúrulega með ákveðna skyldur á sér og það sem sagt að halda verðbólgunni niðri og ef að þetta eina stýritæki sem þeir geta beitt sem að ég tel að sé ekki að það hægt að vera með fleiri stjórntæki til þess að stýra verðbólgunni og þá væri það stjórntæki sem að væri þá beint meira að rótum vandans heldur en sko stýrivextir eru. Stýrivextir eru svo altækir að það eru allir sem að sitja undir sama hatti þar. Svo líka til fólk sem segir að svona hátt raunvaxtastig það ýti undir verðbólgu með því að til dæmis það sem vorum að ræða áðan lántökukostnaður, vextir í lánum, þeir séu svo háir að þú neyðist til þess að hækka verð á vöru ef við horfum þetta út frá sjónarhóli fyrirtækja eigenda. Já, það er alveg hægt að færa rök að því að það sé með þeim hætti og svo náttúrulega líka verður maður aðeins að skoða sko svona umhverfið í kringum fyrirtækjarekstur og annað þess áttar að því að ég var nú á ársfundi samtaka atvinnulífsins daginn sko og þar heyrði maður alveg tóninn að þeir vilja létta af álögum á fyrirtækjum og þá fer maður að velta fyrir sig sko hver á að reka þetta samfélag á það bara að vera almenningur í landinu sem borgar skattana eða eiga ekki fyrirtækin að borga sinn hlut af því líka. Já. Þannig að og þá líka hvernig sko fyrirtæki eru fyrirtæki byggð þannig upp að þau séu alltaf með svo mikið af skuldum og hverjum skuldaðir og annað þess áttar. Mér finnst að við þurfum að taka svolítið umræðinu þetta sko, hvernig þessi peningamál eru almennt í þessu samfélagi og taka þau svolítið heildstæðara heldur við erum að gera sko. Já. Er þungt í ASÍ fólki sem er mjög skuldsett og horfir á lánin hækka frá degi til dags og hlutur þeirra í raunhlutur þeirra í fasteign fyrir þá sem eiga fasteignir verður einhvern veginn minni og minni? Sko, það hefur verið þannig undanfarið að fasteignir hafa hækkað eins og ég sagði áðan, langt umfram verðlag. En það gagnast þér ekki fyrr en þú selur og ef þú kaupir það eitthvað út? Já, ég veit alveg, en þú sér það enga síður höfuðstólinn hækka, sko, og þannig að fólk er ekki skrimt í umræðinu eins og það ætti í raunin að vera. En sko, þú þarft ekki að eiga fasteign til þess að vera í vandamálum út af háum vöxtum. Nei. Húsaleigan, hún er alveg sama. Vöruverði, það er alveg sama. Þetta flæðir yfir allt. Þannig að það þarf ekki bara fasteigna eigendur til þess að vera sko, fórnarlömb hárra vaxta. Nei. Og svo líka þegar við vorum að ræða húsaleiguna áðan, það er að koma daginn meðal hans samkvæmt rannsóknum vörðu sem þú vitnaði til að við erum bara með stærri leigumarkað heldur en fólk hafði áður átt sjá. Já, við erum það. Og það virðist vera leigumarkaður sem að sko er ekkit endilega inn í kerfinu hjá okkur og það er hlutur sem við eigum að gefa gaum og rannsaka sko. Já. Seðlabankinn er með fleiri tæki heldur en ofurháa stýrivexti sem hann er ekki að nýta, segja mér hagfræðingar og einhverjir sérfræðingar. En hvað hefði þú viljað sjálfur að hefði gerst í gær? Hefur þú viljað lækka það stýrivexti sem nemur 0,5% eða hvernig? Sko, ég var svona aðeins að rýna í það sem að seðlabankastjóri sagði og það gefur mér nú reyndar smá von það að það sé í vændum einhverjar lækkanir. En Seðlabankinn getur stýrt töluvert líka sko, með hvernig signal hann er að gefa út í samfélagið vegna þess að þessi væntingastjórnun, hún er líka töluvert mikilvæg. Já. Og þá er það sko, ert að toga með eða ert að ýta á móti. Já.
og það væntingastjórnin hún gengur svolítið út á það að allir séu að róa í sömu átt. Já. Þannig að Seðlabankinn getur stýrt með því líka. Og síðan hann náttúrulega með stýritæki eins og til dæmis að þeir eru með þessa lána þrengingar, ef við getum sagt sem svo, fyrir þá sem að kaupa íbúðir og annars svoleiðis. Þannig geta þeir haldið náttúrulega að hluta til niðri verði á íbúðum, nema það að íbúður hafa náttúrulega bara hækkað svo langt umfram kaupgetuna að verði heldur sér sjálft frá eiginlega kaupum. Og það ekkert nema fagfjárfesta sem að kaupa virðist vera núna. Það er reyndar aðeins það að það séu sem sagt fyrstu kaupendur sem hafa rýmri lánþegaskilyrði heldur en aðrir sem eru að kaupa. Og þá eru þær væntanlega að kaupa með stuðningi þeirra sem að standa að þeim. Já. Og það er óeðlilegt að ungt fólk í dag komist ekki út á íbúðamarkaðin öðru sem heldur en að það eigi einhverja stuðningsaðila sem geta hjálpað þeim. Já. Fólk náttúrulega geta komist á eigin velleikum út á markaðin og það er eitthvað á milli kaupgetu og markaðsins í dag. Og manni finnst að skjóta mjög skökku við á sama tíma og við erum með þessa brjálæðislegu vexti, þá er að komast í gegnum greiðslumat. Það er bara gríðarlega þungt og það er meðal annars vegna kröfu Seðlabankans. Já, en þá skulum við velta fyrir okkur hvort að það sé allslemt. Vegna þess að ef að það er rýmkað, þá ert þú svolítið að búa til skuldaklafa sem að kannski viðkomandi kemst ekki yfir. Þannig að við skulum allavega skoða það mjög vel áður en að lánþegaskilyrðum sé aflétt eða þau séu rýmkuð eitthvað. En þessi dæmi þar sem einstaklingur eða einstaklingar par sem býr saman er að greiða miklu hærri fjárhæð á mánuði í leigu en það þyrfti að gera með því að eignast húsnæðið. Já, ég er alveg sammála því að ef það er hægt að koma því þannig fyrir að viðkomandi geti eða koma því þannig fyrir ef það er hægt að sýna fram á það að hann sé að eyða ekki meiri uppæð í eigið húsnæði heldur en leigu, en við erum náttúrulega miðað við það að þú eigir ekki að eyða meira heldur en 35% af tekjum þínum í húsnæði. Vegna þess að þegar, og við vitum alveg að því að fólk sem er að leigja, það er að eyða miklu hærri hluta og líka þeir sem eru nýbúin að kaupa húsnæði og ekki farnir að greiða niður skuldir. Já. Svona rétt að lokum, Finnbjörn Hermannsson hjá ASÍ. Eigum að gefa okkur, ef ekkert breytist, að Seðlabankastjóri og Seðlabankinn ætli að lækka vexti næst? Ég ætla að vera svo bjartsýnn að segja það að þeir muni gera það og ég held að þeir eiga að vera með langtíma sín og stýrivextir, það tekur tíma fyrir þá að virka, hvort sem það er til lækkunar eða hækkunar. Og við erum farin að sjá teikn á lofti, eins og ég sagði áðan, að hagkerfi er að kólna. Við sáum atvinnuleysi aukast núna í ágúst. Við vitum líka af því að hluti af því fólki sem er að vinna hérna á Íslandi, að ef það missi vinnuna þá fer það eitthvað annað og að því að við erum með mjög kvikt vinnuafl erlendis frá þannig, og þetta fólk er að hluta til eitthvað af því farið, þannig að við erum kannski með meira, ef við segjum meira af uppsögnum heldur en að við gerum okkur grein fyrir. Ef að þetta heldur áfram að þá verður erfiðara að keyra þetta tilbaka. Og þetta á Seðlabankinn eða peningastefnunefnd að rýna í, og ég er að gefa mér það sé það sem að Seðlabankastjóri átti við þegar hann sagði að það væri líklegt að það væri
væri vaxtalækkanir í vændum. Þannig að þú fer ekki stríðið enn í dag? Sko, það er allir að vinna sína og ég bara virði það hvaða ákvarðanir þeir taka hverju sinni, þó ég sé ósammála þeim, þá fer ég ekkert í stríð vegna þess að þeir eru með ákveðið hlutverk og maður verður bara að virða það. En ég hefði viljað sjá lækkun síðast og ég fer ekki til grafgötu með það. En Seðlabankinn var bara annarra skoðunar og maður verður þá bara að taka því. Já, ég bara sjálfur persónulega miklar áhyggjur af trúverðuleika þessara stefnu. Því mér finnst þeir vera að berja höfðinu við steinin mánuð eftir mánuð, misseri eftir misseri og mér finnst áhrifin af tækjunum sem þeir eru að beita ekki verða þau sem þeir halda alltaf að verði. Nei, ég er alveg sammála því og það er alveg það sama sem ég var að segja á þann að við búum við það marga gjaldmiðla að þetta stýritæki hefur bara áhrif á svo lítinn hluta af samfélaginu. Þannig að annarkvort eigum við að koma okkur saman hvaða gjaldmiðil við ætlum að nota, hvort það sé íslensk króna og ef það er íslensk króna og þá bara búa allir við þá íslensku krónu þannig að stýritæki virki og við erum þá bara í sama mynt samfélagi eða þá við förum að skoða hvort það er hægt að taka upp einhverja aðra mynt og það er verið að skoða það og við höfum eftir að sjá hvað kemur út af því. Sjáum hvað hagfræðingurinn Kristrún Frostadóttir kemur með upp úr framtíðarbókanum. Já, það er nefnd á vegu ríkisstjórnarinnar sem eru semst að skoða þetta. Og síðan náttúrulega megum við ekki gleyma því að ríkisstjórnin er búin að taka ákvörðun það að það verði þjóðaratkvæðagreiðsla það hvort að við höldum viðræðum áfram við Evrópusambandið. Og það gefur okkur möguleika á því að innan einhverja 10 ára að þá getum við tekið upp evruna ef að þjóðin ákveður að fara inn í Evrópusambandið. Og við höfum eftir að fara í gegnum 2 þjóðaratkvæðagreiðslur með það mál og mikla viðræður. Ég hitti oft fólk sem segir mér að það vildi frekar að hafa evrópskan seðlabanka heldur en íslenska. Já, það getur verið en við búum við þetta og það er raunveruleikinn okkar. Kæra þakki fyrir komuna. Já, takk fyrir mig. Og ekki fara langt, kæru hlustendur og áhorfendur, við höldum áfram með rauða borðið hér eftir andartak. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.